summer I might have drowned, but I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around, moved my arms around. This summer I swam in the ocean and I swam in a swimming pool. Salted my wounds, cleaned my eyes. I'm a self-destructive fool, self-destructive fool. This summer I did the backstroke, and you know that that's not all. I did the breaststroke and the butterfly and the old Australian crawl, the old Australian crawl. This summer I swam in a public place in a reservoir to pool. At the latter I was informal, at the former I wore my suit. I wore my swimming suit, yeah. Eygló, þetta ekki fyrst sem að þú keppir á þessu ágæta móti, riggmótinu, er þetta alltaf gaman? Já, alltaf gaman og alltaf skemmtilegt svona byrja árið vel og á svona stóru og skemmtilegu móti. Og hérna ég hef keppt á þessu móti bara í hvert skipti alveg síðan það byrjaði, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Og við töluðum saman fyrir árið síðan ef maður rétt bara nákvæmlega á þessu móti og þá varstu svona auðvitað með það í kollinum að ná lágmarki til að komast á Ólympíuleikana. Er ekki anskotið þægilegt fyrir ekki orðbragðið að vera búin að ná því og geta bara einbeitt sér að öðrum hlutum? Jú, það er mjög fínt og hérna akkurat, núna öll mót fyrir Ólympíuleikana verða bara svona undirbúningsmót og bara svona mót, sjá hvernig tækni mín er og sjá bara bæta allt, hvað ég get bætt og þú veist, þetta verður bara svona taktískara svona fara móti núna og ég hugsa betur út í tæknina núna heldur en að vera eitthvað að reyna að synda kannski á fullu og ná einhverjum metum strax. Og þú ert á faraldsvætið þegar ekki? Þú ætlar að fara, til Noregs næst þegar ekki? Jú, ég fer á fimmtudaginn og ég fer kepp í Noregi næstu helgi og það verður bara svona akkurat eins og ég segi, æfingamót og svo kem ég aftur heim og byrja að æfa á fullu og það er bara. Hvernig gengur að svona venjast í að vera íþróttamaður ársins? Já, þú mátt ekki hreyfa, þá eru fjölmiðlamenn mættir, þetta ekki komið hundleið okkur? Nei, alls ekki, mér finnst þetta mjög gaman sko, það er bara æðislegt hvað svona sundi fær líka meiri athygli núna og það er bara skemmtilegt og uppliftandi fyrir sundið og mér finnst þetta mjög gaman sjálf sko, þótt að ég sé ekki mikið fyrir myndatökur, þá er það samt alltaf gaman. Og það eru þetta mikilvægt fyrir unga krakka sem eru að byrja í íþróttum að hafa góða fyrirmyndir og þetta getur klárlega verið lyftistöng fyrir sundið að íþróttamaður ársins komi úr röðum sundmanna. Já, klárlega, eins og ég segi bara, þú veist, þóttu þið séu frá Íslandi og eru með stóra drauma, þá getið þið samt gert allt sem þið viljið, þótt að við séum svona lítil og fámenn þjóð og búum bara hérna á Klakanum, þá er allt hægt að gerast. Það er kannski full snemmt að fara að tala Ríó en ég verð samt að tala það. Hvað er svona, er einhver markmið, er þetta byrjað í einhverju markmiðasetningu hvert Ólympíuleikunum? Ég sé þetta eins og ég segi við alla þá ætla ég svona meira að taka bara einn dag í einu. Ég ætla bara að taka hverja æfingu með bara svona hörsku og hugsa bara eina æfingu einu og sama Ólympíuleikunum ég ætla bara mitt fyrsta markmið er að komast í undanúrslit og svo ef ég kemst þangað þá hugsa ég að komast í úrslit og svo ef ég kemst í úrslitin þá hugsa ég eitthvað meira. En eins og ég segi, ég ætla bara að taka eitt skref í einu og svo bara eins og ég segi sjáum til bara hvað gerist.